og þá færum við þetta yfir. Þetta þá æfingapróf fyrir próf 3 núna á þessari önn 2018 vor, og við byrjum hérna á fyrstu spurningunni. Hvað kallast þessi stýriaðferð? Hér vantar rauninni sko línu svo að þið getið hérna skrifað inn á, eða þetta myndir skrifa þetta á sérblað, en þessi stýriaðferð kallast þá stýrð heilbylgjuafriðun, eða eins og við sjáum hérna, það væri hægt að kalla hana líka hálfstýrð heilbylgjuafriðun. Þetta sama formúla sem við notum við stýrða heilbylgjuafriðun. Hérna kemur það fram á þessu auka formúlublaði, þar sem þetta allt útskýrt á. Og síðan eigum við að skoða hérna stýripúlsinn við 45 gráður og við erum að teikna inn á mynd 1-2 útlitsspennunar yfir álagið. Við erum að athuga sko að sé sem sagt, við erum að tjekka á því hvort að við erum að teikna, það skiptir máli hvort við erum að teikna þetta yfir týristorinn eða álagið, það lítur allt öðru svo út. En við erum að teikna yfir álagið við 45 gráður. Já, hérna setjum ég svarið, stýrð heilbylgjuafriðun. Og hér sjáum við sem sagt, núna af því að við erum með 4 díóður hérna fyrir framan, þá verður spennan hérna fyrir framan hér jákvæð, hún kemur hérna niður í 0 og það snýst við spennan hérna fer aftur upp í jákvæðan topp og svo framvegis. Þannig að spenna yfir álagið verður eins og þessi. Það byggist fyrst upp spenna yfir týristorinn og síðan fær hann stýripúls við 45 gráður og þá fellur spennan á álagið. Og þá, þetta svona í hvert skipti sem við fáum hérna jákvæðan púls hér og þess vegna lítur þetta svona út. Og þið getur risað upp svona 1-2 púlsa og það vitið hvernig framhaldið verður. Og ég má halda áfram eða ekki? Í B-lið þá talað hérna reiknaða spennuna yfir álagið við 238 spennu frávíðissspennugjafa og 45 gráðu opnað hopp. Og hér höfum við þá formúluna sem að á formúlublöðinu. Hér bara deilt með pi, sjáu þið. Það þessi formúla hér. Hún við teikninguna af hálfstýrðu heilbylgjuafriðunni, þar sem við erum á 2 týristora á móti 2 díóðum. Þetta alveg sama aðferðin og þess vegna við notum þessa sömu formúlu. Og út frá þessu fáum við 176,7 volt. Ok. Þá skulum við halda áfram. Ég hef því miður ekki pásutaka á þessu forriti, þannig að ég hefði leyft ykkur að klára að reikna þetta. En næsta spurning þriggja fasa afriðun og við kannski fórum í gegnum þetta fyrir páska einhverju leyti, kannski þyrfti þetta meiri svona umfjöllun en hérna. Jú, í bókinni þá erum við með sem sagt myndir af við mismunandi gráðu. Ef við erum með sem sagt heilstýrða þriggja fasa afriðun, við erum með alla hérna í hlutina stýrða sem sagt 6 týristora og þá sko við bara með jákvæða spennu frá þessari brú frá 0 gráðum og upp að 90 gráðum. Eftir 90 gráður og að 180 gráðum þar erum við með spennuna neikvæða. Þá getum við tekið tilbaka hemlunarafl í þessari stýringu. Þannig að við 90 gráður þá spennan 0. Og við sjáum það hérna að hér þá sem sagt jafn mikil jákvæð og neikvæð spenna sem kemur hérna út af brúnni yfir álagið
og þess vegna summan með bara 0 volt. Það kemur náttúrulega ekki fram hérna á myndinni sem að þið eigið að finna það út eða eigið að muna það með þessa. Þið skoðið allar þessar mismunandi myndir og það náttúrulega kemur engin mynd sem ekki í bókinni. En þessi hérna spenna, hún kemur frá brú sem að heilstýrð 3 fasa afriðun. Og það spurt hvað kallast brúin sem býr til slíka spennu. Þau eru bara að renna yfir allar mismunandi, þetta eru nokkrar myndir af spennunni þarna í bókinni og við sjáum að það eru mun þéttari púlsar sem við fáum þegar við erum með heilstýrða, þegar við erum með 6 stýristóra. En þeir koma sjaldnar ef við erum bara með hálfstýrða. Við getum svona aðeins átta okkur á því út frá myndunum í bókinni. En kannski að reyna að finna bókina og átta okkur á þessu. Sjá. Þegar ég 30 gráðum, þá var það bara topparnir. Já. Ofan á bylgjum. Já, þá erum við með tiltölulega háa spennu út af brúnni, við 30 gráður. Það að reyna að finna þennan stað í bókinni svona til þess að 52. Já, það hjálpa mér ekki því að það ekki þannig hjá mínum blaðsíðum en þakka fyrir aðstoðuna samt. Og þið náttúrulega eruð með í formúlublaðinu sem að fylgir prófinu alla þessar myndir, já. Þannig að já, í sjálfu sér myndir það spara ykkur tíma bara hreinlega að koma með skæri í skólan og í prófinu Já, þið þurfum náttúrulega lím líka, já, en allavega Já. Við skulum sjá. Bókin rad 203. Hér erum við með Já, hér seinni hlutinn sem sagt, þar sem við erum með þessar já. Þegar við erum með hérna heilbylgju, þá sjáum við að það miklu þéttari topparnir hérna til þess að við sjáum hérna við 30 gráðunar. Og við sjáum hér við 90 gráðunar, þá jafn há jákvæða og neikvæða spenna. Og ef við förum yfir 90 gráður, þá erum við komin hérna í neikvæða spennu, sjáum við. Frá 90 gráðum og að 180 gráðum, 180 gráður þá ætlum við með sjáum hérna á töflunni. Þá erum við komin með -1, þá erum við komin með fulla spennu í neikvæða stefnu, neikvæða átt. Eins og við getum fengið út frá þessari brú. En við 0 gráðurnar þá fáum við hins vegar afriða spennu eins háu við náum úr 3 fasa afriðunni. Og síðan fer hún lækkandi hérna niður í 0, jákvæða spennan, byrjar í 0 gráðum hérna og síðan lækkar hún alltaf smám saman þar til við erum komin í 90 gráður, þá spennan orðið 0. Þetta með þessum 6 stýristórum, heilstýrð 3 fasa afriðun. Og síðan yfir 90 gráðum þá erum við komin með neikvæða spennu og hana nýtum við þannig að við getum keyrt hemlunar orku tilbaka, til dæmis þegar verið að kasta út veiðarfærum. Þá nýtum við þennan hluta, setjum opnunarhornið stærra heldur en 90 gráður til þess að geta tekið inn hemlunar orkuna þegar veiðarfærin að fara út í sjóinn og sjórinn að toga í veiðarfærin og hlerarnir að toga í.
og þá í rauninni á meðan að veiðarfærin er að fara út þá getum við verið að létta á einhverjum ljósavilum á meðan. Þannig að það er að reyna að nýta orku sem sagt í þessum búnaði líka. En þegar að við erum með hálfstýrabrú, þegar sjáum við 90 gráðuna, þá erum við bara ennþá með talsverða spennu, svona það bil hálfa með hérna spennuna út. Og þegar við erum með hálfstýrabrú, þá erum við með jákvæða spennu alveg frá 0 og til 180 gráðu. Í 180 gráðum þá er hún komin niður í 0 volt, en alltaf jákvæða spennu. Sjáum hérna í 60 gráðar, þá erum við með hærri spennu, og þið sjáum að það koma færri klippingar hérna. Hér erum við með bara eins og svona nánast 3 fasa afriðin sko í 30 gráðum. Það kemur smá dýfa hérna niður. Og ef við værum við 0 gráður, sem í rauninni er ekki hægt fræðilega, eða sem sagt nema fræðilega séð, ekkert í raunveruleikanum, við þurfum alltaf eitthvað smá ég veit ekki hvort að við þurfum svona 8 til 10 gráður sko, við náum ekki að opna týrstóruna fyrr, missum allavega 8 til 10 gráður. Ef við værum með það nánast sem sagt í 0, að þá værum við með eins og bara hreinlega 3 fasa afriðin, við erum ekki bara með mynd af því hérna. Jú, það er hérna, það sjálfsög. Þá værum við með þetta alveg svona, ef við værum með opnun við 0 gráður, sem er rauninni fræðilegt. Það er ekki hægt í raunveruleikanum. Ok, hérna, þannig að þið skoðið þessar myndir vel og vandlega. Þannig að við gætum spurt, já, hvaða brú býr til svona spennu við 30 gráður, við 60 gráður, og þá sjáum við það, það er mjög sjaldan hérna, toppar, þá hlýtur þetta að vera hálfstýrð afriðin. Bara 3 týristórar á móti 3 díóðum. Ok, og síðan hérna 90 gráður, komu ákala sjaldan hérna toppar. Það er pottið, þetta er bara hálfstýrð brú, 3 týristórar á móti 3 díóðum. En ef að kemur svona mynd þar sem að er mjög þéttir púlsar, þetta er heilstýr afriðin. Því þarna er samanburð bæði hér og hérna. Bæði ofanverðu og neðanverðu. Þá koma miklu oftar stýripúlsar. Það er heilstýr brú. Og 0 hérna mun eftir því. Og síðan ef það er neikvæð spenna, þá það er bara hægt í heilstýrðu afriðinni. Ok, þetta var þessa spurningu hérna. Förum við aftur í prófið. Og við erum að reikna hérna út spennuna með yfir álagið við 90 gráður. Og þá verða allir jafn hissa á því að við reiknum hérna út 0 volt spennu. Já. Menn reikna þetta bara 100 sinnum sko, skilja ekkert í af hverju fæ ég 0 volt. En það er vegna þess að spennan út úr þessu er 0 volt. Ok. Síðan, við vorum ekki mikið búnir að fara í svona rás. Þetta er með jafnströðs við hérna förum væntanlega í þetta fyrir lokaprófið. Betur. Í þetta ekki að fara í F. F kemur ekki í þessu prófi. Ég efast það, því við erum ekki búnir að fjalla þetta. Eða bara ekki öll þessi blaðsíða? Jú, þið eru búnir að fara í verkefni 13. G-liðurinn er verkefni 13. Ok, þá X-liður F. Já, F-liðurinn verður ekki í næsta prófi vegna þess að við höfum eftir að fjalla þetta betur. Ok. Þetta er úr 13 og H-ið er þessi 3 fasa rás hérna og ef við erum með 90 gráðu opnuðhorn þá getum við sjálf sér nota bara sömu formúlu og er hérna fyrir, sko þið sjáu hvernig brúin er hérna. Þetta er 3 týrstórar á móti 3 díóðum. Og hérna þessi lýsing hérna fyrir ofan er í rauninni
ekki þannig mikilvæg upp á það að þið geti svarað sko prófinu, heldur það er bara verið að rifja upp fyrir ykkur og segja frá því og hvernig þetta er gert með þessum 3 stýriplötum. Þannig að þetta ruglar suma sem að þola ekki mjög langan texta í prófum, að ekki verið að láta þetta hafa áhrif á okkur, og það að stýripúlsirnir inn á stýriskautin komið með 120 gráðu millibili, það er rauninni bara út af eðli sko 3 fasa riðspennunar. Þessar upplýsingar eigið ekkert að nota, skiljið. Þetta er bara grunn upplýsingar hvernig þessi rás virkar. Já, þannig að ef að þið eruð búin að sjá þessa spurningu áður og þekkið þennan texta þá þurfið þið ekki að nota upplýsingar út þeim texta fyrr en í lokin. Þá er spurt, hve háa jafnspennu með út af brúnni má búast við yfir álagið ef spennan sem er búin til með erfðafeinum á myndinni er 5 volt og sagatannaspennan er hæst 10 volt. Þið hafið svarað svona spurningu áður við hvaða gráðufjölda. Þetta er sama spurningin í rauninni. Þetta er þegar við erum með sagatannaspenna. Ef sagatannaspennan verður hæst 10 volt og við erum með 5 volt stýrispennu, að þá er þetta 5 voltin er helmingurinn af 10 voltum, þá er þetta öðrunni púls við 90 gráður, ekki satt? Af því að þetta er línulegt samhengi þarna á milli. Ok, og þá setjum við bara kósinus af 90 gráðum inn í þetta. Og þið gerir þetta, ég ætla að kannski rétt að skella inn ef það er hægt sjá, jú, penninni virðist virka að ef við erum með sagatannaspennu og við erum að fá hana í gegnum þetta sjáu þið væri stýrispenna, þessi lína þetta væri stýrispennan, hún væri sem sagt 5 volt og efst uppi væri 10 volt og niðri væri 0 volt. Og þá er þetta að skera, hér erum við með 0 gráðu þar sem við erum að afhlaða þéttin og sagatannaspennan fer inn í 0, þá er þetta 0 gráður og hér erum við með 90 gráður við 5 volta, þar sem að 5 voltin skera sagatannaspenna. Hérna erum við með 0 gráður, 90 gráður, 180 gráður. Af því að í 180 gráðum þá fer riðspennan í gegnum 0-punktinn. Hún fer í gegnum 0-punktinn við 0-ið, við 90 gráður, já, það var nágætt, og 180 gráður. Já, þetta hvarf ekki. 0 við 0 gráður og við 180 gráður ætla ég að segja. Ekki við 90 gráður þá mætist stýrispennan við sagatannasspennuna og þá fáum við púls. Og það nýtum við okkur til að setja inn í formúluna. Og þá reiknum við út frá þessari formúlu sem að við finnum hvar á formúlublaði, þar sem að við erum með þrjá týrstóra á móti 3 díóðum. Ok, hvar erum við með það? Það er Og þetta hálfstýrð þriggjafasaafröðun, jákvæð spenna frá 0 gráðum til 180 gráður og þetta er formúlan þá. Deilt frisun rótina 2 sinnum u deilt með tilsvörunum pi sinnum svíin 1 pluss kósinus af opnunarhorninu sem í þessu tilfelli væri 90 gráður.
Ok, og þá fáum við 270 volt. Þetta talsverð spenna hérna ennþá við 90 gráðar, en það sjáum við það. 270 volt, það væri 90 gráður við hálfstýra afrið. Hún myndi líta þegar svona út, spennan. Sjáðu, þá erum við með hérna 270 volt. Það talsverð meðalgildi spenna ennþá. Ok, þá það næsta spurning hjá okkur. Þá það spennustillirinn. Og hér erum við með búnað úr verkefni 17, þar sem var gert prófun á spennustilli fyrir rafala. Og við erum með rafbúnað í tilraunastofu sem kom í staðinn fyrir þáttana hérna A, B og C, það sem kemur hérna A-ið þryggjafasa sátur síðsögur rafalans, B-ið raungildi frá aðalsátri rafalans og C, þar setjum við segulmagnastrauminn inn á segulvaf rafalans, fyrir segulmagna rafalan sem hérna. Og það sem sagt spurt hvað nefnast þessi þættir í rafalanum og hvernig vinnur spennustýringin með þessa þætti. Hún vinnur þannig með þessa þætti að hún tekur aflið frá þryggjafasa sátri síðsögur rafalans og myndar þryggjafasa ófullkomna afurðun til þess að útbúa segulmagnastraum fyrir segulvaf rafalans. Svo fáum við raungildi B frá aðalsátri rafalans og það fer eftir hæð raungildisins hversu mikið segulmagnastraum við sendum út á C-ið sem segulvafið. Og hvernig væri hægt að skipta og tengja spennustilli fyrir rafala með aukavafi við þetta kerfi? Jú, þá myndum aftengja A-ið í burtu, við myndum tengja B-ið eða frá 0 og inn á einhvern fasa hérna inn á 8 og 7 og þá myndum við samtengja Z2 og 8. Því þá erum við með bæði raungildi og aflið fyrir spennustillin og það sem tengjumst inn á C, það F1 og F2. Það sem áður vorum við með peru, það tengjum við beint inn á segulvafið. Ok, þau eru klára á því. Síðan B-liður hérna. Mynd 2.2, það sem sagt í rauninni 8.2 hérna, úr radbók 2. Hún sýnir hvernig hægt að bera saman raungildi og kjörgildi eða óskildi spennustillis fyrir rafala. Útskýra hvað áhrif hefur á transistor 1 ef raungildið hækkar inn á rásina. Ef þessi spennan millið 3 og 2 hérna hækkar og það veldur því að spennan yfir R6 sem þá í rauninni raungildið, ef hún hækkar þá lækka allar hinar spennundar hérna í formúlunni á móti og mest áhrif hefur þessi uppeiseinbitsspennan ef hún lækkar og þá lækkar uppeiseinbitsspennan hérna á transistornum sem dregur úr straumnum í gegnum transistorinn. Í rauninni þurfum við bara þá að segja það kollektorstraumurinn lækkar í gegnum transistorinn. Það minnkar kollektorstrauminn þegar hann fær lægri uppeiseinbitsspennu. Það rauninni það sem við verðum að fara fram á í þessu afmarkaða hluta kerfisins. Ok, og svo öfugt ef að spenna fer í hina áttina. Nú, þessum hluta hérna áröðuninni, ég ætla að taka þetta út úr áfanganum. Ég ætla að sleppa þessu. Þetta bara, það var notað til þess að við áttuðum okkur á því hvernig getum við útbúið þryggjafasa riðspennu í þessum álögum hérna með því að láta kveikja og slökkva á þessum rofum hérna. En ég náttúrulega komið með öðruvísi búnað sem að geti gert svipaða hluti eins og þetta Arduino sem að við förum að nota í staðinn fyrir þetta. Þannig í staðinn fyrir að gera þetta í höndunum svona, þá notum við Arduino búnaðinn til þess að búa þetta til. Ok,
það verður þá í seinni áfanganum B. Þannig við sleppum þessu. Tríakrásir. Við höfum hérna í verkefni 14 og 15 þá gerum við mælingar þar sem við notum 2 týristóra í öfugri hliðtengingu til þess að fá fram samskonar virkni og með einum tríak. Þannig við fórum fram og tilbaka með strauminn í gegnum álagið en við vorum með 2 týristóra í öfugri hliðtengingu. Og þannig gáttum við fengið klifta riðspennu yfir álagið og þetta er rás sem að þið mynduð þurfa að teikna upp. Ráðið þið það, strákar? Ok, þið ráðið það. Já, þú verður þá bara að fylgja því og æfa þig á að teikna upp þessa rás því þessi rás býr til samskonar spennu yfir ljósaperuna, sem sagt, hún deyfir ljósaperuna eftir hvernig við sendum stýripúls hérna inn á týristórana eins og ef við værum með einn tríak og til dæmis þessa rás hérna með díak og þetta er svona hefðbundna stýrirásin fyrir þetta. Seinna meir náttúrulega förum við að nota Arduino stýringuna á fullu í þetta en ég ætla ekki að bæta henni núna strax inn í þetta vegna þess að ég er bara nýbúin að smíða hana og sýna ykkur hana en við förum á fullt að útskýra hvernig með ljóstengjum við einangrum 230 volta hluta frá stýringunni og svo framvegis og þannig að við lærum hins vegar sem sagt hérna grunninn og nýtum okkur hann til þess að átta okkur á hvernig þetta virkar. Og í þessari stýringu hér þá höfum við þessa 2 tímastuðla. Muniði af hverju við höfum þá? Fórum svolítið í þetta fyrir síðasta próf. Það var ef við vorum með dauft ljós, það þýðir stórt opnunarhorn. Það er langt, við erum að bíða lengi eftir púlsinum. Að með því að vera með 2 tímastuðla svona, það minnkaði það hættu á flökti á rásinni. Þetta sem sagt eykur stöðugleika rásarinnar við stórt opnunarhorn. Að vera með 2 tímastuðla. Síðan er spurt hérna líka, hvaða hlutverk hafa L1 og C3 í rásinni? Sko, L1 er truflunarspóla. Hún er hátt viðnám fyrir hárri tíðni. C3 sem er hliðtengdur hérna yfir, hann skamhleypir hárri tíðni. Það er 0,1 mikrofart, hann tiltölulega lítill. Hátíðni, hún bara tengist hérna milli. Þetta er ákaflega lítið afl í þessu, þannig að og þetta er straumur hérna í gegn og á hárri tíðni sem að þéttirinn rauninni skamhleypir hérna. Þið munið að þéttar eru lítið viðnám fyrir hárri tíðni en spólur eru hins vegar stórt viðnám fyrir hárri tíðni. Við sjáum þetta bara á formúlunum. Erum við með formúlur hérna aftast í skjalinu? Já, sjáu þið hér. Ef að tíðnin er stórtala, þá sjáu þið hérna XL spólu. Það verður stórt viðnám. Áttu ykkur á því. Hins vegar með þétti, ef að tíðnin er hátala, þá deilum við með hárri tölu hérna. Þá fáum við lága útkomu. Þá er þéttirinn lítið viðnám fyrir hárri tíðni. Þannig getum við séð þetta út frá formúlunum. Ok, hvað eigum við eftir í þessu hérna? Já, og muniði hvað þessi rás hérna var kölluð og til hvað hún var. Akkúrat þegar álagið er spanálag, að þá er gott að nota snöppurrás sem að hægir á spennubreytingunum yfir tríakinn. Þetta hjálpar tríaknum til þess að byggja upp hindrunarsvæði, þess að loka fyrir straumin. Þegar við erum með spanálag, þá munið það að þegar spennan fer í 0, þá heldur straumurinn áfram að renna. Og snöggar spennubreitingar geta orðið í svona rásum og þess vegna hjálpar þessi snöppurrás tríaknum til þess að loka, byggja upp hindrunarsvæði. Þetta er rásinn sem að gera það.
Þannig getum við verið með spanaða rás sem álag, spanað álag í svona stýrrás, við svona stýrrás. Nú, 5. spennustillir. Þetta hafið þið æft aldrei vel og rækilega og það er ekki úr vegi að æfa okkur vel og vandlega á þessu. Hvað gerum við hérna fyrst? Við reiknum alltaf fyrst út gáruspennuna. Athugum í heilbylgjuafriðun þá erum við með stöðulinn 6 þegar við reiknum út gáruspennuna, margfaldan sinnum álagsstrauminn, sinnum 350 mA sem fer hérna út á álagið og deilum með stærð þéttisins sem er hérna 1000 mikrofarad og fáum gáruspennuna 2,1 volt. Síðan reiknum við okkur upp í hámarksgildi spennunar. Við leggjum öll þessi gildi saman, beint. Spennan út af spennustillinum sem er 12 volt pluss þá spennu sem spennustillinin þarf að hafa yfir sig þannig að kom ekki brot í spennuna út. Öll sú spenna. SPST, spennu stillir. Síðan pluss öll gáruspennan. Síðan pluss 2 díóðu spennuföll. Þá er þetta svona, spennan út var 12 volt, spennan sem spennustillirinn þarf að hafa yfir sig eru 2 volt, pluss öll gáruspennan 2,1 volt og svo pluss 2 díóðu spennuföll 0,7 volt pluss 0,7 volt sem er samtals 1,4 volt. Þá erum við búin að reikna okkur upp í max sem er 17,5 volt og að lokum þá til þess að finna hvað þarf spennan, riðspennan inn að vera, þá segjum við max deilt með rótina 2 og þá fáum við 12,4 volt sem er virkagildi riðspennunar sem við þurfum inn á afreiðilinn. Þá á það að duga til þess að vera með þessi 350 mA straum álag. Þannig lítur út efnið fyrir próf 3 og það tökum við í næstu viku. Þriðjudagsmorguninn. Það þakka ykkur fyrir núna. Þá lokum við þessari upptöku. Það er hvað? Jú, þetta gera þau.